elska er ekki bara hugsun eða einhverja tilfinningar. Alls ekki. Við vorum að fletta upp á orðabókum, meðal annars íslenskum orðabókum á netinu og þar var ein skilgreining á orðinu ást. Já. Og ég man ekki nákvæmlega hver skilgreiningin sjálf var, en dæmi setningu til að hjálpa okkur að skilja hvað ást er þessi hérna lína. Hún fann ástina á Ítalíu. Já. Bara eitthvað, getur við ekki gert betur en þetta allt sem við höfum. Allir á leiðin til Ítalíu til að leita ástinni, en gott fyrir hana og hún fann ástina þar. Og segir ekkert það hvað hún er að leita. Þetta bara eitthvað, hún fann glasið á Ítalíu. Bara eitthvað, já. Bara eitthvað, hún fann það á Ítalíu, þannig að það er allir Þannig að það lítur að vera það. Já, Allavega, þetta er mjög spes skilgreining, en í Jakobsbréfinu öðrum kafla er talað það að trú er dauð án verka. Já. Og við getum sagt að það sama prinsip gildur ástina líka og kærleikan. Ef það eru tilfinningar en ekki verk, eða einhverju hugsanir en ekki eitthvað sem að sýnir það, Akkurat. Þá hlýtur að vera falskt. Bara vibes. Það er ekki positive vibes, sending thoughts and prayers. Það er ekki málið. Nei. En hins vegar annað en vibes, að þá er hin hliðin á þessu ekki allt það sem þetta snýst verk er ekki heldur allt. Þú getur gert það sem er rétt en á röngum forsendum. Já. Og þá er spurning, er það kærleikur? Djúpt maður. Ég er ekki að gera lítið úr þetta. Það er góð spurning. Það er góð spurning. Og hérna í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla að þá satt einn er það nýkomið með fullþroskan heila 25 bara og ég er 23 ára. This is deep. Það er haldið ykkur kæru áhorfendur. En allavega satt í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla að þá er talað satt kærleikan. Hvað hann er mikilvægur og þar stendur þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brendur á báli en hefði ekki kærleika þá væri ég engu bettari. Þannig að þannig erum við að tala jafnvægið milli tilfinninga og verka. Yep. Og ég kýs að líta á það þannig að kærleiki er líka ákvörðun. Að þú ákveður að sýna ykkur kærleika og gera kærleiksverk og oft á tíðum fylgja vibes tilfinningar með því. Þannig að þú veist ekki vera vibe forward. Við skulum slaka á okkur í setalingóinu, ekki vera ómikið fellow kids. Nei. Það er satt að því að við lítum á þannig að það hefur með tilfinningar og verk að gera. Og oftast kannski er tilfinningar fyrst og það sýnir sig í verkum, en það getur líka verið öfugt. Já. Myndu að þannig að halda á og höfum við heyrst menn tala eins og Tim Keller, félag okkar. Og annar guðfræðingur og góðvinur okkar hérna, friend of the show, J.I. Packer, hann talar það að kærleikur eða ást er góðvild í framkvæmd. Mér finnst það mjög bara spot on skilgreining. Já. Og lengra í þessu ljóði, hérna seinna í sama ljóð þú veist að lesa þessum texta í fyrra Korinthubréfi kafla 13, tala Páll og ég held hérna að við getum þekkt hluti, við getum skilgreint á en við sjáum líka bara við þekkjum hvað einkennir hlutina og getum við séð hvað snýst og svolítið hvað er. Já. Og einkenni og eiginleikar, skulum við segja, kærleikans og ástarinnar eru í neðar í þessu ljóði sem Páll skrifar. Hann segir kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Já. Og þetta finnst mér ótrúlega falleg og náttúrulega bara mjög góð og djúp lýsing, innihaldsrík lýsing á því hvað ástin er. Kannski mætti, þú veist, á ensku er allan að skrifa slow to anger, ekki að hún reiðist aldrei, hún reiðist en bara hægt. Já, og umberði þetta ekki í slæma hluti eins og ofbeldi, hún kannski afberða frekar. En þessi þemu góðvilja og bara það að ég vil það sem er best fyrir þig sama hvað það kostar og ég er tilbúin að færa fórnir. Akkurat. Og það er ekki fyrir minn eigin hag.
það held ég að sé rosalega bara biblilega og hrein guðlega ást. Já, og þessi grunnforsenda að setja einhvern annan framar en þig sjálfan að fórna einhverju frá þér fyrir hag einhvers annars. Það hljómar svolítið eins og þema sem miðlægt í Nýja testamentinu. Já, og einn aðal viðburður Nýja testamentisins krossfesting, dauði og uppreisa Jesú. Já. Og þegar við horfum á atburðarásina, á krossfestinguna og fórnarverkið sem þar var fært, að þá sjáum við þetta. Þá sjáum við það að Guð stígur sjálfur niður, af því eins og við höfum rætt í fyrri þáttum að þá Jesús Guð og hann stígur niður sjálfur og hann deyr sjálfur. Já. Hann fórnar sér fyrir syndir okkar, hann umber allt það sem að við höfum gert. Já. og af að máir það í rauninni. Þannig að þetta í rauninni að þú vilt physical embodiment af þessu sem við vorum að lesa hérna, þá það bara krossningin og krossin sjálfur. Og það helst hvar ást Guðs til okkar líka birtist. Já. Það það sem við ætlum að tala um í næsta þætti.